Góðan daginn, gaman að sjá okkur öll. Kannast svona við einhverja í salnum, aðra ekki. Ég búinn að vera að starfa með sveitalausnunum hjá Vice núna í hátt á annað ár. Svo Elías kom inn á þá ég starfsmaður í vefdeild Vice sem svona tiltölulega nýtt svið hjá Vice. Og við erum búin að vera núna alltaf að færast meira og meira aukana að smíða lausnir ofan á sveitina, ofan á Business Central, ofan á öll gögnin sem við erum með í lausnunum sem að sveitafélögin að nota frá degi til dags. Og fyrst þegar ég kom inn í þetta, þá svona tók mér smá tíma að átta mig á hvað við erum með í höndunum, en þetta er bara svo sjúklega spennandi hvað við getum gert margt og líka hvað við erum búin að gera nú þegar. Og það það sem ég ætla að gera í dag. Ég ætla að fara yfir lausnir sem við höfum verið að smíða ofan á Business Central og ofan á sveitastjórann. Og einhver ykkar, ég hef nú tekið fundi með einhverjum ykkar hér og við höfum verið þegar innleitt lausnir með einhverjum ykkar. Erum að innleiða með öðrum og svo vonandi koma fleiri í framhaldinu. Dagskráin, það sem að ég ætla að fara yfir. Ég ætla að byrja að fara yfir veskislausnir. Fara yfir hvernig virka veskislausnir, hvernig samþættingin við BSC, hvernig yfirsýn yfir notkun, hvernig nýtast veskislausnir fyrir sveitafélögin. Svo í framhaldi af því þá ætlar Edda María frá Ísafjarðarbæ að koma og taka gott dæmi rafrænar umsóknir, stafræn framtíð og öll þessi flott orð. Hvað merkir þetta raunverulega? Hvað er þetta sem við erum að gera? Og hún ætlar að taka dæmi mataráskriftar umsókn, rafræna umsókn sem að Ísafjarðarbær innleiddi fyrir nokkrum mánuðum og fleiri sveitafélög hafa tekið upp. Og hún ætlar svona að skyggnast á bak við tjöldin og sýna okkur í BSC og hvað sjálfvirknivæðing, hvað þetta sem að gerast sem að sparar okkur tíma og eykur þjónustuna við íbúana og notendur. Svo í framhaldi af því þá ætla ég að koma aftur og taka aðeins fleiri dæmi almennar, bara svona fleiri rafrænar umsóknir, taka það kannski svona aðeins örstutt, nema ég verið komið með rauða spjaldi frá Elíasi, við skulum bara sjá hvernig þetta gengur hjá okkur. En byrjum á byrjuninni. Og hvað veskislausn? Sjálfsagt hafið þið öll einhverju leyti notað veskislausnir, en ef við byrjum bara að fara aðeins yfir hvað við erum með í höndunum og hvað við erum að gera. Fyrst bara hvernig byrja þetta. Við byrjum á því að setja kort í veskin okkar sem voru í sjálfu sér kreditkortin og debitkortin. Við fórum í stórmarkað eða hverfisverslun og við byrjum að borga snertilaust við símanum okkar. Það er að segja, kortið var komið í síman. Svona var þetta fyrst sinn. Gekk út á þetta. Svo í framhaldið þá fara að koma auknir möguleikar með að nota kortin í veskin, í síman. Ég ætla að tala kort og veski til alls konar heiti, snjallkort, snjallveski, en þetta eru kort sem fara í veski sem í síman. Og þá getum við farið hugbúnaðarhúsin að forrita og gera eitthvað sniðugt og það það sem við höfum verið að gera, að við erum sem sagt að búa til kort sem þið getur sett í símana, íbúar sveitafélagann geta sett í símana og notað þá fyrir ýmsa þjónustu sem við ætlum að kíkja á. Og til viðbóta við þetta sem við sjáum á skjámyndinni, þar sem að skilaboðin eru þarna neðarlega, að við getum átt samskipti við notendur, við getum átt samskipti við íbúana, beint í snjallkortið, í kortið. Og ég ætla að sýna ykkur líka dæmi það. Og þess að plastkortin á útleið. Það stóra máli, þetta alltaf að fara í síman. Ég sjálfur aldrei með kort á mig lengur, nema kortið í ræktin á Sund sem í íþróttatöskunni, en ég ekki með kortaveski lengur, þetta bara allt í símanum hjá mér. Væri samt með að hafa kortið með sig þegar maður fer til útlanda. Dæmi, ég ætla að taka bara svona örstutt dæmi talandi útland, örstutt dæmi veskislausnir og að hluta til tengist þetta ferðalagi sem ég fór í síðasta mánuði. Ég kaupi bílastæði út á Keflavíkurflugvelli, þetta nýkomið hér. Það var endur ekki komið þegar ég fór út, þetta svo nýkomið. Og ég fæ í veskið aðgangsmiða í bílastæði. Ég kem að bílastæðinu, ég skanna mig inn og hliðið opnast. Ég legg bílinn. Nokkuð mörg flugfélög eru komið með góða virkni í veskislausnum og
til dæmis Icelandair, þetta er reyndar frá British Airways, þegar ég komin ákveðið nálægt flugvöllunum, þá poppar brottfararspjaldið þegar ég búinn að sækja það fyrirfram. Þá poppar það upp, af því ég veit staðsendinguna. Þegar ég kem inn á flugvöllin og ég komin fyrir framan öryggistjekkið sem dæmi, þá poppar aftur upp brottfararspjaldið til þess að flýta fyrir. Ég get skannað mig inn, fara í gegnum tjekkið. Svo ég komin inn á flugstöðina og þá ég komin með þriðja kortið mitt sem að veitir mögulega aðgang í betri stofur því þau eru sjálfsagt mörg með þetta kort sem að bankarnir gefa út og þá get ég skannað mig inn og farið inn í betri stofu. Gott dæmi að þetta þegar komið, þá þetta sé allt nýtt, að þá fullt af virkni komið. En nóg kannski það og færum okkur yfir í nær okkur, nær sveitarfélögunum. Hvað geta sveitarfélögin gert með veskislausnum og hvað höfum við verið að gera og hvað komið í notkun. Þannig að ég hér með svona nokkuð dæmi. Við höfum verið að setja upp í sundlaugunum og ég ætla að taka það mjög ítarlega fyrir hérna eftir. Þá við erum með sölu og aðgangskerfi. Við erum að vinna með til dæmis Ísafjarðarbæ að setja þetta upp fyrir skíðaliftunar. Við erum aukast hjá okkur að setja þetta upp sem klippikort fyrir gámastöðar sem mér finnst flottara orð heldur en sorpstöð en þetta náttúrulega bara að vera að losa sorp, losa úrgang. Það er þessi klippikort. Og svo setja ég hérna með bara því að það er ástættíð hjá okkur á morgun og þá þetta sem sagt alvöru kort. Þetta er ekki alvöru kort, af því það er búið að drekka 3 drykki. Þetta er aðgangskort og drykkjarkort fyrir ástættíðina á morgun og nema ég hafi komið upp um mig hér. Og við fáum sem sagt 5 drykki, nokkuð veglegt. Ég veit ekki hvað þetta sé 200 vodki í kók inn í þessu en þetta er 5 drykki sem við fáum og við skönnum okkur við barinn og svo hreinsast upp drykkirnir. Og við erum búin að gefa þetta út á starfsfólk. Ég ætla kannski ekki að fara nánar í það. Höldum áfram. Ég ætla að taka gott alvöru dæmi frá Fjallabyggð, þar sem við settum upp fjallakort. Og við erum það annars vegar með það fyrir líkamsræktina og hins vegar fyrir sundlaugar. Og ég ætla bara að sýna ykkur aðeins líkamsræktina. Hvernig hún að kaupa einskiptiskort og alveg yfir í árskort, 10 skiptakort, 30 skiptakort. Þetta bara í notkun, bara í notkun í töluverðan tíma hjá þeim. En við ætlum hins vegar að fara yfir í sundið og ég ætla að sýna ykkur sölu á sundkortið, kortið verður til og hvað gerir ég þegar ég komið með kortið. Og svo smá bónus í lokin, ég ætla að sýna ykkur admin-kerfi sem við erum með sem er þá fyrir starfsfólk sundlaugar og eða aðra starfsmenn sveitarfélagsins. Ferlið sem slíkt, ég gef mér að því ég að kaupa árskort og sjá þessari skjámynd hér, ég gef mér að ég sé búinn að skrá mig inn með rafrænni auðkenningu, þannig að sannanlega ég að kaupa kortið fyrir mína hönd. Ég kaupi kortið, ég held áfram, ég fer inn á greiðslugátt Valitor og þið þekkja að Valitor með, sem sagt, hjá öllum sveitarfélögunum. Við höfum líka skrifað þessu aukalega móti Valitor, varðandi samningarna sem eru á baku tjöldin, en ég ætla kannski ekki að fara djúpt í það núna. Ég kaupi kortið. Hér ég með iPhone, þannig að ég get bara keypt kortið með doppelklikki með andlitsauðgreiningunni og ég búinn að greiða og ég komið með kortið í næstum því í símann, ég á 1 klikk eftir og þá fer kortið í símann. En þegar ég ekki alveg með þetta hérna í símannum þá ætla ég að fara og ég fæ líka tölvupóst með barkód, þannig að ég geti þá skannað barkódan og sett kortið inn. Það væri enda mjög skrítið að vera í tölvunni og gera þetta í tölvunni ef ég með símann á annað borð. En það samt hægt og ef ég tíni með honum eitthvað slíkt þá getur ég sett hann aftur upp og þannig að ég íti hérna og þá ég ætla að sýna ykkur það í framhaldi þá verður kortið til en ég ætla að bjóða ykkur upp á að skanna kóðan eða það áhuga það má vera með síma núna annars það ekki sniðugt, ekki vera í símanum meðan að vera að tala helst ekki, þannig að þið skannið QR-kóðan og þá fáið þið kort í veskið ykkar. Það reyndar ekki árskort í, hvað segir þú? 10 skipt eftir, já, 10 drykkir. Þetta reyndar ekki árskort í sundi á Fjallabyggð, þannig að ef einhverjum hjá Fjallabyggð þá erum við ekki að úthluta 100 árskortum. Við getum verið alveg róleg með það. En við settum upp svona smá fyrir ykkur, svona kort fyrir ráðstefnuna. Þannig að þarna sjáum við að þetta tikkar bara inn, komið, ef það aldrei sett upp kort áður þá þetta samt bara að rúlla inn
Einstaka Android-notendur lenda stundum í vandræðum og þá það því að veskið ekki rétt sett upp. En allavega, allir góðir. Allir konir með síðustu séns. Þannig að við höldum áfram. Hér hins vegar kortið sem ég var að kaupa og ég ætla aðeins að fara yfir það. Þá framhliðin hér, ég með barcode sem ég nota til að skanna mig inn í sundlaugina. Ég með bakhlið sem að segja meira til kortið hver gefur það út og þess að þar. Og svo það samskiptamátin að ég get núna byrja að senda út skilaboð á kortið í síma notandans sem sótti kortið og ef við förum aftur á bakhliðina, ég get disabla það. Ef ég vill ekki vera að fá skilaboðin, þá get ég slökkt á því og sjálfsögðu á kortinu. En default þá er heimilað að senda skilaboð af því ég samþykki það í smáletrun. Ok? Höldum áfram. Skönnunin sem slík, nú ég komin með kortið, ég búin að kaupa kortið. Nú ég komin í sundlaugina og ég ætla að skanna mig í sund. Ég mæti í sundlaugina, þar eru 2 möguleikar og við veitum líka skannalausnina sem slíka og skannalausnin sett upp annað hvort í snjallsíma eða spjaldtölvu og það þarf ekki vera nýjasti iPhone-inu neitt slíkt, það þarf bara að vera þokkaleg myndaðil til þess að þetta virki. Hér ég með raunmynd úr Laugaskarði í Hveragerði sem nota lausnina og hér starfsmaður að skanna gestinn. Og hér skiptakort, þannig að þið sjáið að það sem gerist á skiptakortinu bara leið að skannað að þetta fer úr 5 skiptum niður í 4 skiptið og ég veit þá að ég á 4 skipti eftir. Ok. Förum aðeins meira í samskiptin við íbúana. Þetta alveg sjúklega áhugavert hvað við erum með í höndunum hér. Að við getum sent upplýsingar í síman til allra notenda eða ákveðins mengi af notendum. Þannig við getum sent að þegar sundlaugin lokað, það ekki heitt vatn sem hefur verið að gerast núna öðru hvoru. Ég sá að þegar ég var í samskipti við Sauðárkrók fyrir 2 dögum, þá sá ég að það var heitavatnslaust þar fyrir 2 dögum. Það hefur verið sniðugt að senda það á sundlagi þegar þetta var heitupotturinn opinn. Og það hefur verið þurft að loka sundlaugum fyrir Reykjavík, þá hefur höfuðborgarsvæðinu vegna skorts og heitu vatni, þá var þetta að senda út skilaboð að sundlauginu lokuð því það ekki heitt vatn. Ef þið sem settuð upp kortið aðan, kíkið núna á síman ykkar, þá mögulega eru þið búin að fá einhver skilaboð til ykkar. Og hér í millitíðinni erum við búin að senda skilaboð út á ykkur á kort ráðstefnunnar. Fékk ekki einhver skilaboðin? Það þokkalega áhætta sem við erum að taka þarna. Af því að stundum klikka hlutur í hugbúnaði, en ekki í veskislausnunum. Þannig að hér sjá ég bara raun dæmi, ef þið viljið ekki fá frekari skilaboð, þá farið bara baklega á kortinu, disableið og that's it. Ok? Kannski bara örstutt meira með þetta, af því að þetta svo áhugavert að ég fór að hugsa, ef við verðum með íbúakort, það þarf ekki að vera að framleiða upp sem kostar milljónir eða 20 milljónir til þess að gera eitthvað sniðugt. Ef við verðum með íbúakort sem íbúarnir sækjaður hafa áhuga, þá getum við verið að senda tilkynningar á íbúana, bara með svona einföldu korti. Þá getum við allir með sama korti, þá getum við sendt á til dæmis á, ef ég eldri en 67 ára, þá sendi ég skilaboð það að það verður opnað nýja þjónustumiðstöð fyrir eða eitthvað slíkt fyrir eldri borgar. Eða ef ég undir 18 ára þá tilkynnum við að frá mig núna ókeypis í sund fyrir börn sem ekki alls þar. Ég bara búið að dæmi til. En þið skiljið mig, við getum tekið svona mengi út af því við höfum kennitölunar og við höfum kortið, þannig að við getum sent á afmarkaða hópa. En ég ætla kannski ekki að fara lengra með íbúakortið sem slíkt, höldum okkur við veskislausnar eða sem sagt sundlaugar hlutan. Og þá þessi spurning, hvernig gerist þetta allt? Ég keypti kortið, kortinu minn, það fyrir gegnum Validor. Hvað svo? Hvað gerir okkur kleift að gera svona flotta lausn með svona mikilli virkni? Og svarið auðvitað að snilldin öll gerist í Business Central og sveitastjóranum. Þetta skrifað ofan á sveitastjóran. Við erum með veskislausni líka sem tala við önnur kerfi, en nú erum við að fjalla sveitafélögin og sveitastjórun og Business Central. Þannig ég ætla að sýna ykkur hér BSI-glærur. Ég veit að þið hafið sérlega gaman af BSI-glærum flest ykkar. Ég ekki eins mikið heimaðli þar alltaf, þannig að það að vanda mig svolítið núna.
En við sem sagt erum hér að tengja inn, þið notendur eru alveg sjálfberga með að viðhalda kerfinu og bæta inn og setja inn í kerfið. Þannig hér sjáum við hvernig þið sjáum hér verið að setja upp grunneiningarnar, það líkamsræktin og sundlaugin. Svo förum við næstu gláru og þá sjáum við hvernig við erum að stilla inn í BSE afurðana sem slíkum. Og þannig við erum að sjá hér hvernig 10 miðakortið sett inn, það með ákveðið verð og þar getum við sett sem að það krafa að nota rafræna auðkenningu en það ekki á einskiptiskortunum og svo framvegis. Og þið stýrið verðunum líka, þannig að hækka eða lækka verð, þið gerir bara sjálf, en það ekki að hringja í okkur til þess að breyta einhverju að gera eitthvað. Þið eru bara sjálfberga með þetta gegnum BSE sem eru það admin-kerfið á veskislausninni. Höldum aðeins áfram hér. Og hér er þáttur í þessu sem ég held að ykkur finnist mjög áhugavert að sjá, að við erum þá með sem við kallum afsláttarkerfi inn í BSE. Sem við setjum inn þannig að, ef við sjáum dæmin hér, við setjum í skilyrði að ef ég er eldri en 67 ára, á árinu, þá fæ ég kortið frítt. En þá get ég sem einstaklingur eldri en 67 ára náð mér í kortið á þess að þarf ekki að vera að eyða tíma í afgreiðslunni eða slíkt. Við erum að hugsa að lágmarka tíman sem þarf að setja í umsýsluna sem og náttúrulega meiri skilvirkni. Þannig ég fer inn, ég veit að viðkomandi er eldri, hann fær kortið frítt. Ég er slökkviliðsmaður sem gott dæmi sem hefur komið nokkuð sinnum upp. Ef ég er slökkviliðsmaður þá erum við búin að spóla inn í afsláttarkerfið, kennitölum slökkviliðsmanna í bæjarfélaginu og slökkviliðsmaður fær frítt í sund. Ykkur finnst verið áhugavert að kunna virka með starfsmenn-sveitarfélaga. Í starfsmenn-sveitarfélaga fá oft afslátt. Að þá getum við spólað inn eða tengt í starfsmannalista, þannig að starfsmenn-sveitarfélaga fá þá 50% afslátt í sund eða 25% afslátt í ræktina. Ef ég er hluta starfsmaður þá fæ ég minni afslátt. En við erum búin að vera að tengja þetta og gera og græja og þið eru sjálfberga með að vinna með þessa lista og hlaða þeim inn. Ok. Svo hérna bókhaldsstillingarnar sem slíkar. Þetta er stór hættuleg glæra hérna. Þetta er bara komin í hyldýpi Business Central og ég veit ekki alveg hvað, en ef ég aðeins svona, ég fer helst ekki mikið lengra en þetta. En hér erum við samt að sjá hvernig ég er að stilla inn að 10 megakortið. Það fer sölurnar á því að það sölurnar á einskiptismiðar stundum öðruvísi. Það fer einskiptismiðarnir, þeir safnast saman í verkur og svo bókast þetta allt í lokdags. Það þarf ekki að gera. Þannig að við getum verið þá með eitthvað aðra típa korti sem bókast öðruvísi í BSE. Þetta er tjaldstæði, þá getur það bókast á einhvern annan account, eitthvað slíkt. Og það sem við hefum séð með innleiðingu á þessum kerfum að fjármálastjórarnir eru meira bara að fara til tenni, slaka á og svo bara fylgjast með internetinu á kvöldin. Nei, ég er nú aðeins að íkja. En auðvitað er tilgangurinn með kerfinu að ekki með tenni, en að spara vinnuna, þessi óþarfa handtök sem er kannski allt og mikið af allstaðar. Svo er yfirleitt við seld kort, ég get síað, leikið mig með það í BSE-num. Svo erum við með Centara kassakerfið. Við skulum, tæknin, þetta er flott, en við þurfum samt líka að vera með kassakerfi og við höfum í rauninni verið að koma með kassakerfin líka inn til sveitarfélaga sem þá taka þau upp samhliða veskislausnum. Svo er bara mörg sveitarfélög sem eru með Centara og nokkuð margar útstöðar af Centara kassakerfinu. En þetta er kannski meira, ég er að selja kókumjólk, ég er að selja sundgleru, ég er að selja mig á tjaldstæði, það kemur ykkur inn. Og þetta er bara sama tengingin og í veskislausnum. Þetta er bara annað viðmót þá fyrir starfsmennum. En auðvitað viljum við ekki vera að selja einskiptismiða í sund úr kassakerfinu þótt við getum að við viljum fá virknina yfir í veskislausnina og sölukerfið. Ég ætla aðeins að sýna ykkur bara annað sem við sem ekki alveg föst í sundinu. Og þetta er vaxandi lausn hjá okkur hér. Klippikort fyrir gámasvæði. Þetta segir sér svolítið sjálft. Ég fer inn, ég sæki mér kort. Ég fæ korti frítt ef ég er íbúi í bæjarfélaginu og við erum með vefþjónustu í fasteignastjórunum sem ég held að öll sveitarfélög sé með, allan á langflest. Ef ég er sannanlega fasteignareigandi, þá fæ ég korti frítt. Ef ég kemur næsta dag og ætla að sækja mér annað kort, þá fæ ég ekki frítt, ég fæ bara 1 á ári. Og þá get ég, ef ég búi með, ég var að skipta parkett og búi með inneignina mína, þá get ég keypt kort. Og þá greiði ég fyrir það eins og ég keypti sundkorti á hann. Og ég fer svo á gámasvæðið eða sorpstöðina og sama þar er starfsmaður sem skannar kortið og hleypir mér inn.
ef ég með mjög mikið þá fara kannski 2 skipti, þess að út frá magni úrgangs sem ég kem með. Þess að sýna ykkur svona annan möguleika, endalausa möguleikar í þessu. Minnið eftir hana drykkjónum á árshátíðina líka. Svo sjá hérna tengingina klippikort fyrir gámasæði, hvernig tengingarnar eru, svipað og í sunddæminu áðan í BC. Og hérna er tengingin við fasteignastjórann. Admin-hlutin, ég ætla að rúlla aðeins yfir admin-hlutan. Og þetta er svona lykilkerfi í þessu og breytir svolítið myndinni að fá admin-hlutan. Og það sem admin-hlutin gerir er þá, og ég er komin aftur núna í sundlaugina. Ég sem umsjónarmaður sundlaugar í íþróttamiðstöðvar, þetta blá líka við kortin í ræktina, eða bara ég sem starfsmaður bæjarins sem þarf að hafa aðgang í þetta, að þá veitum við aðgang í admin-kerfið og í admin-kerfinu sjáum við allt sem búið að gerast í kerfinu. Við sjáum yfirleitt yfir öll selkort, við sjáum svona mengi, svona tölfræði yfir skannanir í dag og útgefin kort sem í notkun og svo framvegis. Og þetta kemur bara automatist upp, leður kortið selt þá bara hér upp. Og svo erum við líka með þá skannarnar sem slíkar og þetta er hvað sem er að vera að nota sem starfsmaður í sundlaugu eða íþróttamiðstöð er að nota. Það getur fylgst með skönnunum og það kemur bara þarna automatist upp leið og verður til nýju skönnun. Gögnin sem ég er með eru nöfn okkar starfsmanna væs, þetta við erum ekki sína raungögn úr kerfunum. Svo get ég farið og sýsla með kortið sem slíkt. Þannig ég get farið inn og nota bene það ekki allir sem hafa aðgang í þetta. Umsjónarmaður sundlaugar þarf ekki endilega að hafa aðgang í þetta, en við stýrum því líka hversu mikið maður sér í admin-hlutanum. Og ég fer þá hér inn og ég get verið með viðskiptavinn fyrir frá mig. Hann er búinn að tína símanum sínum, búinn að kaupa nýjan. Gæti náttúrulega bara farið inn á rafrænu skilríkjunum og sótt kortið af því að við erum með þjónustusíðu líka á veskislausunum. En starfsmaðurinn getur þá sótt QR-kóðan og ég myndi bara skanna kóðan og ég þá komið kortið aftur upp alveg svo þið sóttuð kortið á hann í dæminu mínu hér fyrr. Og svo get ég brent eitt skipti ef þetta er frændi mættur og ég veit þetta er sannanlega hann. En við þurfum að passa okkur í þessu, að vera ekki að veita ómikla þjónustu heldur. Við viljum hafa hana rafræna, maður á að bjarga sig sjálfur. En þessi möguleikar eru fyrir hendi einhvers yfir ef vill. Svo erum við með algjörða snilld í admin-hlutunum sem þá komum við að gervigreind og öllu svona. Gervigreind er nú ofta á tíðum bara einhver svona lógík sem settu upp. Að þá getum við stillt inn, ef ég á áskort og það eru minna en 2 vikur eftir áskortinu, þá sendum við út e-mail og hvað meir? Skilaboð beint í kortið, ef maður kortið sé að renna út og kannski ekki komið tími til að senda henni. Við getum líka sett upp með 30 skipta kort og ég á 2 skipta eftir, að þá getum við sendt út sama hátt. Kortið þetta er búið, vilt ekki endur nýja að bæta á að fylla kortið. Þetta er sjálfvirknivæðing. Auka söluna, auka þjónustuna íbúana. Nóg admin-hlutan. Ég ætla að fara í aðeins svona aðra möguleika. Nú er ég komin úr Fjallabyggð. Það er flott að sýna dæmi frá Fjallabyggð því að það ganga mjög vel, mikil notkun, virkilega ánægð með samstarfið og þetta hefur flætt vel. En hér erum við með 2 önnur verkefni sem við erum að setja í loftið. Við erum að setja fyrir Múlaþing og hér er svona aðeins blæbragðmunur. Hér erum við með 4 sundlaugar í Múlaþingi og þar er 1 kort per sundlaug. Að meðan eins og Ísafjarðarbæ þá er 1 kort sem gildir í 4 sundlaugar í Ísafjarðarbæ. Og við getum útfært þetta alla vegana, bara eftir hvernig rauninni starfseminni er háttað eða aðgengi eða sölu. Svo erum við með hjá Ísafjarðarbæ dæmi sem ég er með hér að við erum að setja líka upp fyrir aðila fyrir tjaldstæði og svona svolítið fyrir sumarið að við getum það búið til og þið upp að vissu marki sjálfberga með að þið getum það búið til sumarkort og þið setja þetta þeinsis, þið setja verða á þetta. Ég sé fyrir mér í Múlaþingi að ég ætla að skella mér austur og ég kaup með 3 daga passa fyrir fjölskylduna, tjaldstæði, sund, byggðasafn, eitthvað meira, selt, það er að setja þetta inn þannig tímabundið, þannig að þetta lifir þá í 3 mánuði og ég fæ þetta í veskið mitt, kortið, ég kem austur og ég bara skanna mig inn
á þessum stöðum og svo þetta að fylgjast með í adminunum notkunina á kortunum alveg dítillerað. Svolítið töff. Búin svona að kóvera svona skýra ferli svona frá A til Ö, þannig að þið sjáu hvernig þetta á sér stað, salan, hvort þið virkar, hvað gerist á bak við tjöldin. Þannig við ætlum svo í framhaldi alltaf rétt að koma og við ætlum að svissa yfir í ránar og umsóknir og tenginguna þar við BSE. En kannski áður en að þetta kemur einhverjar spurningar, pælingar úr sal. Já, þetta spurning sem að koma svolítið. Ég líka svolítið spurður að þessu og spurt hvað með TikTok umræða með það. Getur bara hver sem verið að senda, getur bara hver annar komið eftir og sendt kort í símann ykkar. Nei, alls ekki. Það þarf að vera hugbúnaðarhús og hugbúnaðarhúsið þarf að vera votta á Apple og Google og við erum auðvitað með það, annars hefði ekki getað sendt ykkur þetta. Og þetta svolítið strangt og mikið ferli og alltaf vera að herða á þessu. Þannig að við erum búin að fara í gegnum vottun hjá Apple. Við vorum að bæta við votturina, núna getum við notað NFC, Near Field Communication, sem merkir að virkar þessu kreditkortin, að ég geta bara komið að skanna, en það ekki til umræða hér í dag, það var mjögulega fljótlega. Og þau voru að samþykja ykkur inn í það, sem enn strangara ferli. Og það breyttist svolítið í nóvember, desember þegar að Google, loksins kom Google Wallet til Íslands og Google Pay, sem við vorum ekki með í september, þannig að það margt að gerast í þessu. Og samanskapi erum við þá með samning við Google að mega nota þetta inn í Android símana. Þannig að, nei, alls ekki. Og þetta að verða svona á að vera. Það þarf að hafa fyrir því og við þurftum að fara í gegnum töluvert ferli með Apple. Við þurftum að senda myndband af hvernig við erum að nota þetta og taka símafundi og þetta tók ekki nema 1 ár að klára þetta. Og auðvitað á þetta að vera strangt. Þessi TikTok-umræða alveg, þetta mjög áhugavert og valið, menn hvað að gerast í símanum? En við ætlum ekki að fara dýpra í það, við ætlum ekki að breyta þessu í öryggisráðstefnu. Fleiri spurningar? Að taka eina í viðbót ef einhver með eitthvað mjög spennandi. Þetta svona oft svona sömu spurningarna sem að að koma og ég kannski kofir svolítið virkar þetta í Android og iPhone og allt þetta, að þetta bara að svínvirka. En einhver sem að spá varðandi BSE-hluti en eitthvað slíkt. Ég sé að það gríðarleg BSE-þekking hérna innan hús. En ef ekki, þá ætlar Edda að koma og við ætlum að fjalla Edda ætlar að fjalla ráðnarumsóknir og fara yfir ferlið með mataráskriftakerfið sem að Ísafjarðarbær innleiddi fyrir nokkrum mánuðum. Gjörðu svo vel, Edda. Árum. Já, sæl. Edda María Hagalín ég fjármálastjóri í Ísafjarðarbæ og ég lif og hrærist í Hildi BSE. Ég ætla að sýna ykkur inn í matakerfið hjá okkur og já, þetta ekki rétt að glærur. Brynjar. Var ekki skipt? Það var inn í veskið. Það ekki. Ég sleppa fyrstu. Sleppa þessari? Nei, það var bara glæru undan þessari. Í pakkanum sem ég var með. Já, einmitt. Herðu. En það er pínu vesen, það tekur nokkra mínútur að finna pakkan frá þér. Ok, það vantar það bara held ég ætla bara að sjá. Já, það vantar alveg glæruna. Ég ætla að því það er glæran þarna sem að sýnir hvernig þetta lítur í rauninni á netinu. Það er ekki skemmtilegra. Það er með náðnættir, þannig. Sýnt hana hérna, þannig þessana. Já. Jú, gerum þetta svona. En já, ég ætla að byrja að segja ykkur að ég er skömmuð í morgun.
af því að fjármálastjórum sveitarfélaga fyrir að komi þeirri hugmynd út að fjármálastjórar ætti að telja tunnur. Því ég taldi verið í sorgverkefninu og kannski svona alveg sambaralt með þetta verkefni. Þetta er kannski ekki alveg sem að fjármálastjórinn á að vera stúsast í, en þetta er verkefni sem lendi bara á mínu borði. Við vorum með Nóra fyrir einhverjum árum sem var bara hörmulegt kerfi og það gekk ekkert einhvern veginn, það talaði ekkert neitt saman með innheimtu og annað og ég fór að finna einhver ódýrari og þægilega lausn sem var hægt að vinna með í skólunum og líka sem virkaði bara í okkar innheimtu, þannig að við vorum með hvað við erum að innheimta íbúa og hefðum einhvern stjórn á því hvaða reikningar var að fara út eða ekki út. En þannig að við erum komið með þetta vefhugsunarkerfi sem búið að taka miklar uppfærslur núna undanfarið og ég er alveg einstaklega ánægð með nýjustu uppfærsluna. Þá erum að komin inn á skrá ég bara með inn með rafrænum skilríkjum og sér henni mín börn og það er þessi glæra sem vantar, það eru mín börn sko. En þetta er vatnið hans Brynjas held ég, Bríet Rós, það er nú bara 1, ég er náttúrulega 3 sko, það munar alveg þar En þá sjáum við leið ég kem inn og sé öll börnum minn 3 og ég sé hvaða tegundir er búið við að skrá barnið í grunnskólum á Ísafirði og eins og hjá okkur þá er þetta 3 áskriftir sem getur búið valið um. Þú getur valið að skrá barnið bara í mánaðaráskrift. Sumir foreldrar náttúrulega eru ósáttir við að þurfa að festa barnið heila mánuð, barnið vill ekki borða á þeirri fiskur eða eitthvað svona sko og líka sérstaklega í eldri bekkjum hjá okkur þá eru krakkarnir bara búnir að hátíð og þurfa ekki verið mat. Þannig að þá vildi skólinn bjóða upp á að vera fasti svona vikudagar, en ég get fest barnið mitt á 3. og 5. því þá er það í skólanum. Skólinn hefur eins og ekki viljað bjóða upp á velji bara staka dag innan mánaðar. Það er ekki verið vilji hjá stjórnendum með það. Þannig að það kem ég kannski aftur bara á uppáhaldsglæruna mína. Þannig að eitt er náttúrulega bara hvernig þetta lítur út af við. Notandi þarf einhvern veginn að geta skráð sig í þjónustuna. Hitt er svo náttúrulega hvernig látum þetta líta út eins og við viljum þetta setja það fyrir notandan. Og nýja kerfið, þetta matakerfi, er alltaf þægilegt með það. Þetta er vefumsóknar sniðmát. Mér finnst það reyndar stundum nöfnin alveg bara óheyrilega torkennileg í þessu kerfi. Það er svo sem önnur umræða. En þá er það alltaf spurningum. Það er ólíkar þarfir á milli skóla, stjórnendur hafa ólíkar skoðanir. Til dæmis er matarárn hjá okkur hræddur að ef það er búið að velja alla daga, þá velja allir bara dagana sem er besti maturinn og dýrasti maturinn. Þetta er alltaf svona flóknar umræður. Og fyrir mig var bara þægilegast ef ég ætla bara að hafa eina áskrift, þú bara hakar í annað alla dagana, sumadaga, eða eitthvað. En í staðan þarf ég að vera með 3 áskriftir í gangi til þess að það gangi upp. Og og þeim stýri ég þetta. Þá er þetta svona bara grunnspjald sem segir hvaða áskriftir ég ætla að bjóða upp á. Og það eru stillingar á spjöldunum sem þannig að sjáu einn textaritt. Það eru textaritt sem birtist á vefumsókninni og ég þá skrifum eitthvað texta sem að cirka segja foreldrinu hvort það sé að velja rétta umsókn, hvort það eigi við sig eða sitt barn. Og svo stýrir maður þarna bæði hvaða fæðingarár getur skráð sig í þetta. Það getur skráð á kennitölur og við svo sem lentum í fyrsta sem núna, ég þurfti að hafa það einum árgang neðar af því það var 5 ára barn sem var í 1. bekk. Þannig að það er ekkert alltaf þetta miða bara við árgangana. Svo getur stýrir þarna allar að fá þetta mánaðarreikninga, allar að hafa þetta bara einn reikning, viltu hafa þetta á hvaða viðskiptareikning og þetta er svona bara almennt þessi grunnstýring á umsókninni og gera það verkum að það er alltaf ný önn hverju 2 annir á ári sem þýðir alltaf, við höfum verið að gera umsóknir fyrir hverju önn runni, ekki heil skólaár og þannig ég þarf alltaf einu svona ári að stofna allar umsókninar þannig að það senda reikninga fyrir önnina. Og þá er ég bara með þessa grindrunni og ég þarf bara að breyta þarna einhverju reit sem heitir vefumsóknar tegund. Það velja bara í einhvern kóta sem er bara ártalið, þessi vikudagar, þetta sé vorunin eða haustuninn. Og þá get ég alltaf bara, fer ég bara inn, fer yfir þetta, svo velja ég bara stofna umsókn. Áður samt ég ger þá þarf að, þá er komin tabla yfir skóladagatal. Þannig ég get sett inn í kerfið alla frídagana, lögbundnu,
skóladagana og kannski einhver daga sem að skólastjórinn segir að mötuneyti verði ekki opið, það eins og litlu jólum hjá okkur, þá er bara eitthvað svona annað í gangi, ekki mötuneyti. Þannig ég er búin að skrá dagana þarna inn. Og þannig að áður en þetta kerfi kom svona, þá þurfti ég þá byrjaði mitt skref alltaf þarna. Ég stofnaði vefumsókn og ég þurfti að handsetja alla línunar og ég þurfti að handreikna hvað kostar, janúar, hvað kostar febrúar, bara einhver Excel-skjali, haldið utan um það. En núna stofnast bara eins og þetta er mánaðaráskrift, þannig að ég vil að þetta stofnist eftir mánuðum og reikna fyrir mig einingaverði sem er búið að setja í forða fyrir þá hvern mánuð og þetta tekur 1 mínútu í staðinn fyrir heilan dag. Og svo er þarna fítur sem þið sjáu það er lokað þarna fyrir janúar og febrúar, við erum búin að senda þá reikninga út, þannig að það er búið að loka fyrir það. Þannig að rauninni á vefsíðunni þegar ég fer eins og ég ætla að skrá barnið mitt sem ég hafi bara skráð hana í janúar, febrúar, nú ætla ég að klára umsókn fyrir mars. Það ég geti rauninni annarkvort bara klárað upp af annar alla mánuðina, þá fæ ég bara mánaðlega reikning, eða ég get valið bara eins og með unglingi minn sem gat ekki ákveðið sig í hverju mánuði hvort hann vildi vera alla daga eða 1 dag og alltaf skipt skoðun. Þá tók ég bara 1 dag einu með hana en ég klára alltaf alla önnina fyrir þessi 2 yngri. Þannig að það er svona meiri, það er alveg möguleiki þá sé ég, fer ég núna að skráa hana annan mánuð og þá sé ég ekkert í janúar og febrúar því það er bara búið. Hérna sjáum við þá til dæmis með vikudagana, það er náttúrulega töluvert stærri valmyndir. Ég ætla að vera geðveik á tímabili þurfti að handgera allar þessar línur Það er ekki skemmtilegt að þurfa að standa í þessu, þannig að þetta er bara þvílíkur munur og verðir náttúrulega reikna sjálfkrafa eftir hversu margir mánudagar eru í mánuðinum eða þriðjudagar eru í mánuðinum og erum bara rukkarunni þá alltaf út frá dögum, það er ekkert eitthvað fast verð, þannig að líka þetta setja upp þau sveitarfélög eru að vera með 1 verð, jafnaði verði fyrir alla mánuðinu, þá er náttúrulega líka hægt að bara velja það og það er allt hægt í þessu, maður getur eiginlega búið til fáralistur útgáfur og það er hægt að gera það þarna. Það sem þetta byggist náttúrulega líka á kerfið er að eitt er að foreldrar skrái börnin, annað er að það er einhvers þjónustuskráð, svo er það hitt, við þurfum að skaffa einhverjar upplýsingar til mötuneytisins varðandi hverjir eru skráðir í mat, hvenær, og við þurfum að skaffa lista fyrir bekkjafulltrúa sem við sjáum að fara með ávist inn í bekkina eða mjólk og slíkt og hverjir eru skráðir í hafragraut. Og þá er mentor kerfið með allar upplýsingar, kennitölur, það eru bekkir og árgangur. Þannig við lesum í rauninni bara út úr mentor nemendalistan í byrjun skólaárs og uppfærum listan þarna inn. Þannig að þá er ég bara komið með allar upplýsingar um börnin og í framhaldinu er rosalega auðvelt fyrir mig að fara þarna í matarafskriftir í Excel, þá get ég tekið þessar skýrslur í Excel og þá bara afmarka mig, ætla ég að taka út alla sem er í mat, ætla ég að taka alla sem er í mat, bara ákveðna bekki, kannski það er með ávistina, þá maður bara sjá ákveðna árganga sem viðkomandi kannski bekki fullur er að gera og það er að senda þetta í tölvupósta viðkomandi eða er þetta bara vist þetta og prenta þetta út eftir bara hvað skólinn vill gera með það, það er alltaf mismunandi hvernig þeir vinni þetta. Það er bara sett alltaf í þeirra hendur. Og já, svo vantar hérna glæru sem sýnir hvernig reyni þegar ég er búin að náttúrulega, þegar allt þetta er búið þannig þarf samt að senda út reikning. Þannig ég var með hérna mynd sem sýndi ykkur hvernig reyni reikningur lítur út, sem er reyni bara þessi reglubundu reikningagrind fyrir þá sem náttúrulega vita það, hérna verður bara ímynda sér eitthvað. En hérna þá er þetta reyni bara fyrir hjá okkur og 4 mánuða reikningarna fyrir henni, allir mánuðinir bara í reglubundu reikninga, en við sendum bara mánuð í einu. Búin að senda janúar, búin að senda febrúar, reglubundu reikningi við séð yfir, innum sér hvað mánuður eru skráðir og þegar ég fæ reikningina mig þá fæ ég bara 1 reikning, ég sé Elísabet Snorra, matur, Katrín Fjóla, hafragrautur og matur, Auður Ýr, ávextir og matur. Það sé ég hvað þjónustu hvert barn sundulega á reikningnum og náttúrulega verðin hver þjónustu kosta. Þannig að ég sem foreldri fær góða yfirsýn á reikningnum yfir hvað ég var að kaupa. Og það líka hjálpar oft, náttúrulega þægilega með það, er líka með auðvelt að hætta við áskrift. Það er í tvítu sem er inn í kerfinu í
ég er ekki með mynd af því. Þannig að foreldrar flytja, börnin allt í einu fá ofnæmi, börnin allt í einu taka upp og þeir neita að borða það. Þetta er náttúrulega alls konar fáránlegir hlutir sem við erum alltaf að díla við með börn. Og þá er bara mjög þægilegt að fara í neytandann, fara í vefum svona, velja að þetta kemur það mánuð fyrir mánuð, maður velur þá mánuð sem að hætta, merkir og gerir hætta áskrift, þá skila þessi sjálfkrafa inn í reikningagrindina sem að lokar þá viðkomandi umsóknir reikningtímabilum og reikningur fer þá ekki út framar vegna þjónustu og þetta barn. Og þannig að við erum, svo er alltaf að koma fínar uppfærslur og viðbætur og annað, þannig að mér finnst þetta bara stefna í að ég geti fara að einbeita mér einhverju öðru. Bráðum, ekki alveg strax, en bráðum get ég fara á Kanarí. Kannski næsta ári. En það er ekki held ég lengur einhverjar spurningar. Þetta er mjög spennandi. Þá bara þakka ég fyrir mig og ég Brynjar að taka við. Þökkum Eddu fyrir flottu yfirferð. Ég held sko að síðasta glæran, þetta er orðið allt svo sjálfvirknivætt, automatískt að hún bara gufaði upp. En hún útskýrði þetta mjög vel. Við erum að nýta síðustu myndunar í að beinu framönda því sem að Edda var að fara yfir. Því þið skiljið þetta svo vel, því þið eru inni í BS-inum og lifa og hræðist í þessum heimi. Að þá eru við svolítið mikið að fjölda framlega þessar umsóknir í dag. Sérstaklega þegar sveitarfélögin sjá hagræðinguna í þessu og við getum farið að endurnýta umsóknirnar í að gera aðrar sambærilegar umsóknir. Það er oft það sama sem við erum að gera, þegar tengingarnar eru alltaf komnar. Þá langar við bara stökkva í aðra típa umsókn sem við erum aðeins að vinna í. Þetta er ekki að sýna viðskiptavinin hér. En það eru umsókn tónlistarskóla. Og þetta er í rauninni bara það sama að notandi kemur inn, foreldri í 8 tíðum, fer í gegnum ferlið, það er valið hljóðfæri við á, ferlið er klárað, við erum með tengingu við sportteiflir eða á nýta frístundastyrkin, eins og við þekkjum, við erum með þessar tengingar við það og höfum skrifað sérstaklega á móti sportteiflir og gert vefþjónustur fyrir þau og með þeim og þannig það er þá líka inn í flæðinu og svo vistast þetta ofan í BSI, en við getum líka alltaf vista gögn annað. Við tókum eftir hjá Eddu, það var verið að sækja gögn upp úr mentor. Við getum sótt annað, við getum vistað annað, við erum ekki bara í BSI, alls ekki. Og svo er það BSI-myndin, að hvernig þessi stilt upp, þetta er bara eins og með sundlaugarnar, að við setjum upp aðurðnar hérna inn og hljóðfæri getur mögulega bókast eitthvað annað. Munið eftir flóknumyndinni hana sem ég var svolítið hræddur við og þá var það stilt þar. Við fengum þessa lána til Eddu áðan og hérna er bara að sýna mismunandi í rauninni sama umsóknin en 2 aðilar að nota aðeins á mismunandi hátt. Skagafjörður er líka búin að innleiða matarumsóknarkerfið og hefur gengið vel. Svo þetta kannski til viðbóta með mataráskriftakerfið að þar eru við líka með hennan möguleika að það er að vera með eingreiðslu. Ég get alveg bara hvað viljið. Ég get alveg bara fengið greitt strax. Ég ætla að kaupa 1 mánuð og ég geti það bara að borga með kreditkortinu með Apple Pay og Tvíklikk og andlitsgreint og staðfest færsluna. Við getum, já, akkurat, þarna kom hún. Nú er þetta mætt. Við getum líka tekið við kreditkortum og setja áskrift. Og þið getur farið inn og afvirkað áskriftina. Örstuð dæmi frá mér sjálfum að ég var að setja barni áskrift í mataráskrift í ónefndu byggðarfélagi, ég þurfti að hringja inn. Ég beið nokkrar mínútur. Ég var áframsendur í fjármáladeild. Beið nokkrar mínútur og starfsmaður þar sem tók við kortanúmerinu mínu. Dýrt spaug fyrir sveitarfélaginu að vera að standa í þessu tíminn sem fór í þetta. En alright,
barnið sannarlega áskrift, hvað er að gera? Ég ætla að hætta áskriftinni. Ég þarf að hringja aftur. Ég þarf að fara í gegnum þetta flæði, nokkra mínútur, líka minn tími. Alright, fleiri möguleikar, bara aðeins svona hopp úr einu í annað. Þetta var svona eitt af svona uppáhaldsformunum, þetta er svo skemmtilegt að fá svona verkefni. Að koma uppalega frá Garðabæ, þannig við settum upp umsóknarkerfi fyrir matjurtagarðana sem eru 3 í Garðabæ, það er 1 nýr. Þetta var svo mikil umsýsla, við erum að hringja, panta og svo eru reglur að aðilum á hámarki panta 2 garða. Ég verð að vera sannarlega íbúi í Garðabæ til þess að geta panta garðinn. Hvað gerum við? Við setjum upp kerfi, þetta fór upp núna síðasta vor. Við setjum upp matjurtar, umsókn, við hýsum þetta svo allt. Ég glemdi að nefna það, en við bjóðum på hýsinga á þessu öllu saman, þannig að við bara græmum þetta og þetta komið í loftið bara á, ég ætla ekki að segja no time, en á einhverjum tíma sem er þá samin. Og aftur að Garðabæ og við setjum þetta upp, við tengjum þetta á íbúðaskrá, ég kem inn, ég er sannanlega íbúi Garðabæjar, annars kemst ég ekki áfram. Ég má panta 2 garða, ég panta garðana, ég greiði með korti, greiðslan fer inn í verkröð, bókfærist sjálfkrafa og ég fæ staðfest að ég á þennan garð og er sannarlega með garðin. Bara svona einfalt dæmi og tíminn sem við verðum að spara. 5 mínútum, ég íkja eins. Ekki verið íkja mikið. Samdægus kom beini frá Hafnarfirði að setja þetta upp. Og við erum líka með þetta að Hafnarfirði. Við setjum fyrst upp 2 garða fyrir Garðabæ, svo kom beini að setja upp 3. garðin sem er nýr garður. Og við spurðum hvernig hann ætti að vera, það var ekki alveg búið að ákveða, þannig að við bara þjóðstörtum, við sóttum kortið, mynd af kortinu, settum upp einingarnar í garðinum og spurðum hvað þetta var ekki bara sniðugt. Jú, og þau stiltu garðinu svona upp í alvörunni út frá okkar hönnun. En þetta geggjað, sko. Svo, bara alveg svona í blá lokin. Mögulega er komið ný skilaboð í kortið í símanum. Og ef ég hefði verið mjög einbeittur, þá hefði ég getað sent þessi skilaboð bara á Elías, svo hann róist niður með spjöldin sín. En það fengið allir. Af því ég er með kennitöluna, sko. Ég veit hver Elías er. En því að hann er samt svolítið spenntur að fá það, þannig að kannski tala ég aðeins. En aftur aðeins í, sko, mér langar aðeins bara svona súmmera þetta upp sem við búin að vera að fara yfir, þessar þjónustur. Sundlaugakort, matjurtagarður, mataráskrift, tónlistarskóli og svo framvegis. Hvað erum við með í höndunum? Þjónustusvæði. Allt þetta sem við erum búin að sýna, ég get loggað mig inn og séð þetta allt saman. Ég get strangt til tekið, ef það er opnað á það, farið inn og séð hversu oft ég er búin að fara í sund. Ég get farið inn og endurnýja mataráskriftina fyrir barnið. Ég glemdi að minnast á það hjá Skagafirði, þá var búið að setja þetta fyrir kennarana líka sem við bættum við, þannig að kennararnir versla þarna líka í gegn og fara þannig í mataráskriftina. Hugmyndin að koma þegar að fara af stað. Hér erum við svona bara mynd sem að ég settu fyrir einhverju síðan. Því ég hef stundum verið svona kynninga á sölufundi þar sem ég er að selja þjónustugáttina mína síður og ég ætla bara að selja allt í einu og fólk skilur mig ekki alltaf að það á að gera svo mikið. En þetta er bara sama safn fullt af einingum. Og þetta langar mig að enda á að mig langar þangað, ég hef sett upp svona þjónustuvefsæði fyrir opinberar stofnanir á Íslandi og fyrirtæki og sjá notkunina á þessu og hagræðinguna. Ég bý í nokkuð stóru sveitarfélagi, ég hef farið inn á alla þjónustuvefsíður sveitarfélagana sem ég hef komist inn á, af því að maður kemst oft inn á þær. Það er að gera gott betra, það er að gera gott betur. Við skulum orða það þannig. Og við erum með þetta fyrir framan okkur. Það er bara verið að púsla inn þjónustutnar og ramma þetta aðeins betur inn og þá erum við líka komið með flott þjónustuvefsæði. Og ekki glemma íbúðakort hugmyndin hérna, að vera með íbúðakort í veskinu. Og bara aðeins til viðbútar, við höfum sett þetta upp fyrir nokkuð sveitafélög og það er þessi sveitafélög sem er að reka hitaveitur og hérna þetta bara frábær þjónustuvefsæði, þetta er allt ofan á BC. Hér fer ég inn og sem einstaklingur af fyrirtæki, ég sé yfirlit yfir reikningana mína, ég skrá inn álistur, ég sé yfirlit yfir notkunina, við reyndar ekki með þessari skjámyndu, við höfum líka sett upp að ég get séð meðaltalsnotkunina mína versus sambærilega starfa fermetrum, hvort ég sé náttúrulega meira að minna en þessir aðalar. Og þetta erum við til og þetta er rauninni bara sama. Hérna er svona heilstyrkt þjónustuvefsæði sem er þá fyrir veitur.
og bara hagræðingin hérna að vera með skráninguna og svo fer þetta sjálfvirka mæla, hvað gerum við þá? Bara tengjum við þá beint og þá fer það beint í BSI. Það er að segja þeir aðilar sem að nota BSI og við erum með tengingur þarna í orkuna fyrir þá sem þekkja beintengingar. Ég ætla ekki að fara lengra, ég geti haldið áfram með dæmi rafrænar umsóknir. Við erum svo að mónitora, við setjum upp vefgreiningar, við sjáum notkunna, við erum að trekka á hvaða skrefi er oftast hætt. Er það eitthvað okkur hætt á þessu skrefi og við erum að setja upp svona dashboard, þannig að við erum með svona græju líka í eftirfylgni, því sem eigendur af þessum þjónustuvefsvæðum eða kerfum. Spurningar varðandi rafrænar umsóknir. Ég kannski tek eina spurninga því ég glemdi að minnast á það. Já. Einmitt. Nei, það bara fór. Einmitt. Í þessu sem við erum að setja upp hér þá er þetta bara einnota tilkynning sem fer á þig, sem slík. Já. Við þessa tilkynningar, grunnvirknin á tilkynningunum. Já, en hins vegar, ef við viljum sjá tilkynningar sem hafa verið sendar út, þá ferðu og loggar inn og farðu yfirleitt yfir tilkynningarna þar. Þannig að það hverfi ekki út í kosmosið, en þú fær tilkynninguna og þetta er ekki eins og SMS sem að vistast þar, sem slíkt. En þú hefur þá tækifæri til þess að fara inn og sjá tilkynninguna sem var send út. Hún vistast ekki á kortið sem slíkt. Góð spurning. Já. Já. Bakleiðan á kortinu, það er hlekkur á vefsíðu, það er hugmyndin með þessu. Ef þú ætlar að fara að sjá nánar skilaboðin sem slík, að þá þarftu að fara þangað inn og sjá skilaboðin sem er búið að safnast upp. En svo fer eftir símanum hversu, hjá mér geymist í notificationunum, getur kannski farið eftir típum, en þetta eru einnota tilkynningar sem eru sendar á eigendur kortana sem slíkra í þessu dæmi sem við erum að senda á ykkur núna. En góða pælingar. Við kannski svolítið eftir eðli skilaboðana hvað við viljum gera. Viljum að ég geti farið inn og séð nánar það. Varðandi aftar yfir í rafrænar umsóknir, við vorum með spurningar þar. Ég ætlaði að spyrja sjálfum með spurningar, þegar kom ekki spurning, svo kom þessi 2 fínu spurningar. Eitthvað meira? Tímastjóri, eru ekki bara nokkuð góð? Annars erum við á svæðinu og eftir einhverju pælingar. Takk fyrir mig.